Góðan og blessaðan daginn, gjörðu svo vel og komið ykkur fyrir. Það er ennþá mínúta þar til þessi kynningafundur Lífstílaskólans hefst, þannig að ég vona bara að þið komið ykkur vel fyrir og það er engin í mynd né hljóði nema bara ég og þeir sem að ætla að vera með mér, tveir nemendur sem að komið viðtal hjá mér eftir. Þannig að komið ykkur bara vel fyrir og þið með endilega láta mig vita í tjattinu eins og við erum vanar að gera allavega á öllum LP-fundum, hverjar eru mættar hérna á þennan fund eða hverjir, því að þetta er náttúrulega opið öllum kynjum. Þannig endilega láta mig vita í tjattinu hverjar eru mættir. Þarna segja hún Guðrún er mætt sem er búin að skrá sig í skólan, sem við erum að fara að segja ykkur frá. Greta, hæ. Já. Gaman að sjá ykkur allar. Já, það er hérna mjög margir búin að skrá sig á þennan kynningafund, þannig að það er greinilega mikill áhugi fyrir náminu í Lífstílaskólanum og ég er nú ekki hissa þó ég segi sjálf frá. Og ég segi bara skál við ykkur sem eru hingað mætt í hádeginu í dag, föstudaginn 5. júní. Jæja, við ætlum að vera hérna saman í hádeginu í dag og þetta er eins og ég sagði áðan, þetta er kynningarfundur fyrir Lífstílaskólan og þið hafið allir sem eru hér skráðu ykkur sérstaklega til þess að koma og vera með og þetta er bara svona upplýsingafundur, kynningarfundur námið. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá minni sögu því ég er menntuð sem master lífsþjálfi og segja ykkur aðeins svona frá tilurð skólans og hvernig námið er, svo ætla ég að fá tvo nemendur hérna á skjáin í stutt viðtal og svo getið þið nota tjattið ef það er eitthvað sem þið viljið spyrja mig eða eitthvað sem er óljóst, þá endilega nýtið tjattið og spyrjið mig spurninga. En hérna, þannig að ég ætla bara að byrja. Þetta er lífsþjálfaskólinn, ég ætla bara að setja hlekk hérna strax og Matthildur sem að vinnur hjá mér, hún ætlar að svara ykkur líka í tjattinu. Við erum með sér heimasíðu sem er einfallega lífstílaskólinn.is. En ég segi bara velkomnar allar eða öll á kynningafund Lífstílaskólan. Þið þekkið mér nú eflaust flestar hérna, mér sýnst þetta allt vera konur, ég held bara áfram að tala til kvenna. Ég er ekki múin að sjá neitt karlmann ennþá allavega. Ef það er einhver karlmaður þá máttu láta mig vita og þá breyti ég, en þið þekkið mér nú flestar, ég er Linda og eins og sagði ég er master lífsþjálfi. Og ég er stofnandi og eigandi Lífstílaskólans og ég segi bara takk fyrir að vera hérna með mér á þessum kynningarfundi og eins og ég sagði ég ætla að fræða þau námið og svara spurningum. Ég veit það eru hérna fyrrum nemendur og nemendur sem eru skráðir á næstu önn sem hefst núna 19. ágúst, þannig að það er hérna spenningur hjá þeim sem eru búin að skrá sig, ég veit það. Markmið með þessum fundi það bara að segja frá því hvað lífsþjálfun er, hvernig námið er og hvort þetta gæti hugsanlega verið rétt að skrifa fyrir þig, þegar ég veit að þeir sem eru hingað mættir það er að þið hafið áhuga og það er eitthvað svona sem að kitlar ykkur og langar líka svona að þú sjáir þá að þú getur náð eins og ég segi vanalega, þú getur náð nýjum hæðum persónulega, faglega og fjárhagslega með þessari menntun. En til þess að stíga inn í möguleika þína þá þarftu nefnilega fyrst að byrja á því að sleppa tökunum á eigin efasemdum. Það er nú bara þannig. Já, ég segi þeir sem eru búin að skrá ykkur er að tala hvað þið hlakkið mikið til. Ég ætla að segja ykkur frá mínum drauminn. Ég átti draum og ég segja ykkur bara frá minni sögu og af hverju ég ákvað að læra lífsþjálfun og hvernig það bara breytti öllu hjá mér. Á þeim tíma, það var 2019, þá átti ég ekki mikið fjárhagslegt. Ég var einstæð móðir að fara í gegnum gjaldþrot og ég fann það að mig langaði svo að mennta mig sem lífsþjálfi. Ég hefði verið í svona lífsþjálfunarprógrammi, svona svipuð og LMLP-prógrammin okkar sem að margar ykkar koma í gegnum. Og ég fann bara hvað þetta var búið að hafa mikil áhrif á mig sem manneskju og bara hjálpa mér bara með andlega líðan með að fara í gegnum alla þessa erfiðleika að ég vissi að þetta var eitthvað sem að mig langaði að mennta mig og ég hefði átt með mér sér draum einhverjum 20 árum áður að mennta mig sem lífsþjálfi
En þá var einhver manneskjan sem sagði við mig sko á sínu tíma, hún sagði, nei, þetta ekkert fyrir þig, Linda. Þannig að þá kunni ég ekki þessi fræði og ég tók því bara sem staðrind að þetta væri ekkert fyrir mig, að þetta var hámenntuð kona sem var að segja þetta við mig og ég tók hennar hugsun bara sem staðrind og fylgdi draumnum mínum ekki eftir, sem að poppaði svo upp aftur 19 árum síðar. Þannig að það er mjög mikilvægt að við hlustum á okkar innsæi og látum ekki aðra segja okkur hvað við eigum að gera, heldur hlustum á það sem okkur langar virkilega að gera. En ég vissi semst á þessum tíma sem ég var að ganga í gegnum gjaldþrotið mitt, þá vissi ég þyrfti að gera eitthvað róttækt til þess að gera breytingar og ég ákvað bara að vera hugrökk og veðja á sjálfa mig. Og ég semst skráði mig í þetta nám, ég menntaði mig í Bandaríkjunum og það nám er svona helmingi dýrara en námið mitt hérna í skólanum, en á pari við námið og þegar ég skráði mig, þá hafði ég ekki hugmynd hvernig ég ætlaði að borga það. Ég ákvað bara að nota hérna íslenska hugafarið á það og það var bara þetta reddast. Ég nýtti mér það bara, varðandi það hvernig ég ætlaði að fyrir gegnum þetta. Og ég var einmitt líka hérna bara nýbúin að klára námi í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði frá Bifröst, þannig ég var að koma úr löngu námi í miðju gjaldþroti og ákvað svo bara að halda áfram, crazy, en ég gerði það samt. Og með þessari ákvörðun þá bara hófst svona stærsta umbreyting lífs míns, svona faglega og persónulega líka, persónulega, faglega og fjárhagslega og það er þess vegna sem ég segi það varðandi námið í lífsþjálfaskólanum að þú munt ná nýjum hæðum persónulega, faglega og fjárhagslega. Ég allavega gerði það. Og í dag þá starfa ég sem lífsþjálfi, rek LMLP-prógrammið og lífsþjálfaskólan. Ég rek bært fyrirtæki með 4 starfsmönnum og fyrirtæki mitt gengur út á það að hjálpa öðrum að bæta líf sitt. Bæði persónulega og svo líka í viðskiptum. En hvað er svo lífsþjálfaskólinn? Jó, þetta er fyrsti og eini lífsþjálfaskólinn á Íslandi fyrir þá sem að vilja læra lífsþjálfunarfræðin á heimsmælikvarða. Og af hverju segi ég það sem heimsmælikvarða? Jú, af því ég veit það. Af því ég er sjálf búin að fara í gegnum þetta nám erlendis og það er einhverja hérna sem að hafa heyrt mig tala um það að ég réði skólastjóran í skólanum sem ég var í til þess að hjálpa mér að búa til námið í lífsþjálfaskólanum mínum og ekki nóg með það heldur aðal lífsþjálfi skólans úti og svo sem að var kennarinn minn í mínum masters lífsþjálfanámi, hún er minn enga lífsþjálfi. Þannig að þær voru með mér að byggja upp þetta nám, þannig ég get stolt sagt að þetta er nám á heimsmælikvarða. Þær voru semst ráðgjafarnir mínir í að móta námið og setja það saman. Og hérna námið það er byggt á hérna vönduðum aðferðum og svona rótgróinni hugmyndafræði og alþjóðlegum stöðlum eins og ég kom inn á og það er kennt á íslensku, allt námið er á íslensku og þið fáið stuðningi gegnum allt námið. Þannig að ég legg áherslu á að veita ykkur svona haldbær verkfæri til þess að læra aðferðarfræði lífsþjálfunar því að þið þurfa að kunna aðferðarfræðina og við förum í gegnum hana í náminu og hún ein og sér, hún mun koma ykkur á nýjar hæðir persónulega því að þið þurfa að gera allt sem þið læri, þurfið þið að vinna með ykkur sjálfar í gegnum námið og svo fáið þið allir nemendurnir í skólanum, þið þurfið að skila ákveðnum mörgum einkatímum þar sem þið eru að læra að þjálfa hver aðra og við reiknum það nú saman á sínum tíma og bara einkatímarnir innan skólans eru sem þið fáið bara sem er innifalið náttúrulega, það er að andvirðið 300.000 króna, bara það sem þið eru að þjálfa hver aðra. Þannig það er náttúrulega æðislegt að fá þá sjálfsvinnu með í náminu. Þannig að það er áhersla náttúrulega á að þjálfa þig í faglegum hæfni þáttum lífsþjálfunar sem að þið gerir með því að þjálfa hver aðra, þið nemendur og svo erum við með fund tímavikulega, hópatímavikulega þar sem ég er með ykkur
í rauntíma og að kenna ykkur fræðin og þið þurfa að þjálfa hver aðra fyrir fram að mig og ég leiðbeini ykkur og leiðrétti og kenni ykkur að ná sem bestum tökum á þjálfunarfræðunum og svo inn á milli tíma þá eru þið að þjálfa hver aðra, þið takið það upp og ég fer yfir það. Þannig að þetta æðislegt rými fyrir persónulegan vöxt, þið lærið mikið meira inn á ykkur en þið hafið gert áður og þið munuð að sjálfsögðu ná miklum árangri, mikilli breytingu bara frá því byrjið og þar til að náminu lýkur og eins og ég sagði þá námið líka fyrir öll kyn og fyrir fólk á öllum aldri úr ólíkum áttum og þetta bæði fyrir þá sem að vilja starfa sem lífsþjálfar en það ekki allir sem að skrá sig í námið. Það eru sumir sem að vilja eingöngu nýta sér þetta persónulega, svo eru aðrir sem vilja nýta sér þetta í núverandi starfi til að styrkja sig þar og það mikið fólk sem hefur komið sem að starfa með mannauðsmál, ég búin að vera með kennara, félagsfræðinga, lögfræðinga, húsmæður og sjálfstætt starfandi þannig að og mikið sko það hafa verið að koma líka framkvæmdastjórar sem eru að nýta þetta bara í öllum samskiptum í starfinu sínu þannig að bakgrunnurinn getur verið allskyns og bara hvað þú ætlar að gera með námið, það bara undir hverjum og einum komið en það mun alltaf nýtast þér í öllu hérna eftir að útskrifast bara, og eins og bara námið mitt hefur nýst mér. En hvað svo lífsþjálfun? Jú, lífsþjálfun orsakaþjálfun og þetta semst, þið lærið ákveðna samtalstækni og aðferðafræði til þess að leiða fólki í gegnum áskoranir, ákvarðanir og breytingar í eigin lífi. Eitthvað sem þið viljið spyrja mig núna áður en ég held áfram? Eitthvað sem hefur komið upp hjá ykkur bara við að heyra mig tala þetta? Eitthvað sem ég geti svara betur? Þið með endilega nýta ykkur það að spyrja mig með að við erum hérna live. Og orsakaþjálfun. Orsökin fyrir niðurstöðun í líf okkar í dag, það alltaf hægt að taka hana tilbaka og það semst það sem kallast orsakaþjálfun, það alltaf hugsanir okkar. Þaðan orsökin fyrir því hvar við erum staddar í líf okkar í dag, það alltaf komið út frá hugsunum og þaðan kemur talað sem orsakaþjálfun. Eru þið með einhverjar spurningar? Allavega, en þetta sem sagt í náminu svona persónulegt utanumhald og þið fáið endurgjöf hjá mér og ég leiðbeini nemendunum mínum persónulega í þessum hópatímum með lifandi sýnikennslu og hópasamtali og við erum að tala saman það sem þið hafi lært og svo eru kennslulótur á netinu þannig að þegar þið skráið ykkur og þegar námið hefst þá fáið þið aðgang á innri vef og þar efni sem að þið fáið aðgang að fyrirlestri með mér einu sinni í viku sem þið horfið alltaf á. Þið fáið aðgang á honum á föstudögum og svo miðvikudaginn eftir þá alltaf hópatími með mér og þeir eru á miðvikudaginn klukkan 1. Þannig þið horfið alltaf á efni á netinu og komið svo í hópatíman og þá tökum við fyrir aðeins stundum svona, förum yfir það sem að þið voruð að læra og þið þjálfið. Og svo náttúrulega æðislegt líka að geta menntað sig á sínu eigin móðumáli. Þannig að það engar tungumálahindranir eða ruglingslegar þýðingar sem þið þurfa eitthvað að vera að pæla í. Að því námið það að fullu kennt á íslensku og því eina sínar tegundar. Verkefnaskil, ég ætla að fara yfir þetta einmitt á eftir. Þannig að námið, það svona bilinu 45 mánuðir og það fer allt fram á netinu og það bara aðgengilegt hvar sem það stödd í heiminum og það hentar líka vel með annarri vinnu og fjölskyldulífi. Eins og ég sagði það eru vikulegir kennslutímar á innri vefnum sem þið horfið á og svo eru það hópatímarnir í beinni á miðvikudögum klukkan 1. Og svo eru verkefni og æfingar og þjálfun í pörum og svo í hópatímanum.
Þannig að þetta eru 4 lotur og 4 lotur og hver 4 lotur og þetta er námið í 16 vikur og svo eftir hverja lotu þá ég með 4 valkvæð próf eftir hverja lotu og það aðalega bara til að ramma því inn sem við erum búin að læra í þeirri lotu og fyrir ykkur að fara aðeins yfir og sjá hvort að þið séu hérna með réttan skilning á því sem þið hafa verið að læra og svo 1 lokapróf í lokin og þar þurfum við að fá 75% eða 7,5, þið verða með 75% rétt af því og þið náið því alveg svo framalega sem þið eru búin að fara yfir efnið og klárað hérna þjálfunina. Þið getið ekki farið í prófið ef þið eru ekki búin að skila inn öllum þjálfunartímanum og þið fáið allar nánar upplýsingar það þegar þið eru komnar í námið. Og það eru algengar mýtur hjá fólki áður en að skráa sig og það nú bara þannig með eiginlega allt svona þegar við erum að fara að stíga einhver ný skref og það eru svona 3 mýtur yfirleitt, það eru tími, peningar og vantrú og tími, það er svona bara mýta að segja að þú hafir ekki tíma því að í raun og veru þegar þú kemur í námið þá myndu bara læra að skipuleggja þig betur og þú munt ná að gera miklu fleiri hluti með því að læra að skipuleggja þig og taka tíma í þetta. Peningar, ef ég gat farið í gegnum helmingi dýrara nám, gjaldþrot, einstæð móðir og ég átti ekki pening þegar ég skráði mig, þá getið þú fundið út úr þessu. Námið mitt var meir en helmingi dýrara. Þetta nám kostar 1290.000, það er hægt að staðgreiða og það er líka hægt að skipta niður í, Matilda, hvað það mikið? Var ekki 3, 6 og 9 skipti minni mig. Það er þetta staðgreiða á 1290.000, það er þetta skipta greiðslunum í 6 hluta og 9 hluta og þegar ég skráði mig í mitt nám það bara skiptiði mikið og ég mögulega gat þá eins og 9 mánuði núna og svo bara ég finn bara út úr þessu, ég ætla að gera þetta, ég ætla að komast í gegnum þetta og ég finn út í hvernig ég ætla að borga þetta og það var svo raunin hérna því að þegar við förum á stað og tökum einhver svona ákvarðanir og svo bara fókusum við á þetta og þá fer heilin í það að finna lausnir með okkur og þið LMLP-konur, þið þekkið það nú. Má ég sjá, hægt að fá að nota styrk frá stéttarfélagi upp í námsgjöld. Ég veit þó nokkra sem að hafa fengið styrk frá stéttarfélagi. Ég get náttúrulega ekki lofað neinu fyrir stéttarfélagin en já, það hefur verið gert. Svo hafa atvinnurekendur líka styrkt einhverja nemendur hjá okkur. Það hefur háskóli sem ein var að starfa fyrir, háskólinn borgaði allt námið fyrir hana, annar atvinnurekandi borgaði allt námið fyrir eina sem var að sinna starfsmannamálum, borgaði allt námið fyrir hana, þannig að það bara maður þarf að vera nógu bara með skapandi hugsun til þess að finna lausnir, þannig að endilega skoðið það líka hjá ykkar stéttarfélagi. Það eitthvað misjafnt en það eru einhver sem hafa greitt. Og svo það náttúrulega einmýtan, það vantrúin að halda og þurfi að vera með þetta allt á hreinu áður en þú byrjar, það náttúrulega ekki rétt. Og svo aðrir sem að trúa því að þetta nám sé bara fyrir þá sem ætli sér að vinna með öðrum og ég kom inn á það áðan að það heldur ekki rétt. Staðreyndin bara að þetta nám fyrir alla sem að vilja bæta í raun og veru bara eigið líf og annara, alveg sem á hvaða hátt þú ætlar að gera það. Eru aðrar dagsetningar en miðvikudagarnir sem þarf að taka sérstaklega á merki í dagbókinni? Nei. Eins og ég sagði, við opnum fyrir kennslutíman sem á innri vefn alltaf á föstudögum og þið þurfum bara búin að vera að horfa á hann, það svona gef ég ykkur helgina líka til þess að horfa á nýjan tíma. Þið þurfum búin að horfa á hann áður en komið tíman á miðvikudeginum. Og svo bara þegar þið farið að þjálfa hver aðra, þá það bara undir ykkur komið að skipuleggja með öðrum nemendum hvenær þið ætlið að vera að þjálfa. En þið þurfum að mæta í þessa tíma á miðvikudögum. Það sem mig langar núna, mig langar að tala við 2 frábærar konur. Önnur útskrifaður lífsþjálfi hjá mér og hinn að koma í hópinn sem hefst núna 19. ágúst og það mjög góð skráning í námi þá, en það ennþá hægt að bæta við nemendum, þannig að það ennþá hægt að skrá sig.
Á hvaða tímum er þetta á miðvikudögum? Þetta er klukkan 1 á miðvikudögum og tímarnir eru 75 mínútur. Fá mér vatnssopa, en frábært, spurjuðu mig nógu mikið meðan ég er hérna. Setið í chatið. Já, má sjá. Þeir eru með einhverjar, já, þeir eru búin að námið, kostnaður, verkefnaskil. Nei, þeir skilið ekki skriflegum verkefnaskilum, þau snúast þjálfunina hjá ykkur. Og svo eru þau þurfa að taka upp hugleiðingamyndbönd og skila mér þar sem þau þurfa að tala í kameru og skila því til mín, það er bara ég sem sé það og aðstofakona mín. Og það gerir þið eftir hverja lotu, þannig að í 4 skipti, þar sem þeir eru bara að segja mér hver ykkar upplifun var og hvað þið lærðuð á lotunni. En það er ekki skriflegt. Hvað kostar námið? Ég ætla nú bara að sýna ykkur hérna líka á bara síðu skólans. Sjá. Hérna skólans. Hérna eru flottir nemendur úr einum hópnum. Þið getið farið hérna inn á lífsþjálfarskólinn.is og hér er fullt af upplýsingum. Og hérna segi ég einmitt á þetta við þig, þú þráir dýpri tilgang í starfi þín og vilt hjálpa fólki að yfirstíga hindranir og láta drauma sína rætast, hvort sem það er þitt eigið teymi eða viðskiptavinir þínir. Þið hefur dreymt að mennta þig sem lífsþjálfi og þið langar að fara í virkt nám sem er kennt á þínu eigin móðurmáli. Þú veist að þér var ætlað eitthvað meira og þú ert tilbúin að fjárfesta í framtíð þar sem þú farð að nýta hæfileika þína til fulls. Þannig ef þú svaraðir einhverjum af þessum spurningum játandi þá ert akkurat manneskjan sem við hönnuðum námið fyrir. Hér sjáu þið, þannig að hér er allt námið. Þegar þú skráir þig í lífsþjálfarskólann þá myndu öðlast fullkomið vald á hæfileikum, vald á lífsþjálf og hæfileikum. Þú færð í hendur öll verkfæri sem þú þarft til þess að hefja ferilinn og þú mynd umbylta lífið þínu persónulega, faglega og fjárhagslega, bara eins og ég var að segja ykkur með mína eigin sögu. Og þú mynd öðlast fullkomið vald á lífsþjálfa hæfileikum þínum og læra þrautreindar aðferðir til að hjálpa viðskiptavinum og teyminu þín að vinna ótrúleg afrek. Og hér, þið getið lesið yfir þetta allt saman, hér eru vitnisburðir frá nemendum, hér er til dæmis hún Ester sem að segir snildarnám sem fór langt fram úr mínum væntingum, mikil sjálfskoðun og góð umbreyting á eigin sjálfsmynd á þeim hraða og þeirri dýpt sem ég valdi að vinna. Nám sem allir ráða við og hverrar krónu virði. Þetta er hún Ester Hjartardóttir og svo er hún Lilja Björk Kjartansdóttir sem að segir námið hefur styrkt mig bæði persónulega og sem nýútskrifaða lífsþjálfi. Ég hef lært að sýna sjálfri mér meiri mildi og virðingu og fengið dýrmætan grunn til að geta haldið rými fyrir aðra. Ég mæli innilega með þessu námi fyrir alla sem vilja vaksa og starfa sem lífsþjálfar. Og hérna, það er fullt af upplýsingum hérna fyrir ykkur og hér er hún Anna sem ætlar að koma á skjáin hjá okkur eftir og hún segir, ég mæli hiklaust með lífsþjálfarskólanum, námið er yfirgripsmikið og farið djúpt í hugsanavinnu, tilfinningavinnu og sjálfsþjálfun. Þú upplifir mikla breytingar á þínu lífi að námi loknu og öðlast trú og staðfestu og ég vil fara svo langt að segja, þú verður betri í lífinu. Og hér nokkri punktar námið, þegar þú skráir þig, þá færðu aðgang að áður uppteknum fyrirlesturum og lifandi hópakennslutímum. Þess að þegar námið hefst færðu aðgang á þessu. Svo er þessi vikulega þjálfun með mér og svo færðu ársaðgang að innri vef skólans og ég með sér hana svona masterclass í viðskiptum þar sem við förum yfir að stofna þitt eigið fyrirtæki ef þú ætlar að starfa með sjálfstætt sem lífsþjálfi og svo færðu diplóma við útskrift. Og lífsþjálfun er almennt talin falla innan þessa víðrasviðs coaching en með meiri áherslu á persónulega þroska, sjálfsmynd, hugarfar, lífsgæði og breytingar í daglegu lífi og ef við horfum til
fræðilegra undirstöðna þá byggir lífsþjálfun ekki á einni afmarkaðri fræðigrein, heldur hún þverfagleg og hagnýt nálgun. Þannig að í námi lífsþjálfaskólans þá meðal annars unnið með hugmyndir og aðferðir sem eiga sér stoð í eftirfarandi fræðilegum undirstöðum sem eru hugræn atferlismeðferð, jákvæð sálfræði og coaching psychology. Og auk þess þá má nefna að nálganir innan lífsþjálfunar hafa verið mótaðar af áhrifum frá náttúrulega kennurum og höfundum á borði við Mörtu Böck, Byron Katie og Eckhart Tolle sem að hafa hver með sínum hætti haft áhrif á þróun nútíma lífsþjálfunar. En það líka mikilvægt að greina á milli fræðilegra undirstaðna annars vegar og áhrifa frá höfundum og kennurum hins vegar. Og í því samhengi þá má einnig sjá ákveðna svona snertifleti við sviðaborð við félagsráðgjöf þar sem unnið með einstaklingum í samhengi við líðan hans, aðstæður, hegðun, bjargráð og möguleika til breytingar. Og þó að lífsþjálfun og félagsráðgjöf séu ólík fagsvið, þá svona ákveðin sameiginleg áhersla á atriði í eflingu, í meðvitund, í ábyrgð, styrkleikum og auknum lífsgæðum. Þannig að þið getið skoða hérna líka umsagnir frá fyrrum nemendum. Hér hún Jóhanna Sól sem segir námið í lífsþjálfaskólanum fór fram úr mínum björtustu vonum. Ég fór frá því að vera með stöðugan sjálfsefa og með mikinn innri óróa yfir í sjálfsörugga konu sem upplifir innri frið. Ég sit alveg opaslega vel í sjálfur mér og ég loksins komið með verkfærin til að halda mér þar áfram. Ég er lifandi dæmi þess að fræðin virka og hvort sem þú ætlar að nýta þér þetta til persónulegrar upplýsingar eingöngu eða sem innganga nýjum starfsframa eða styðja við þeim núverandi, þá get ég heilsugar mælt með þessu námi. Og Kristín segir allt námsefni og utanumhald upp á 10, svo fallega framsett og skýrt og svo kynnist maður svo flottum konum í leiðinni. Og Helga segir, ég mæli hiklaust með lífsþjálfaskólanum, þetta nám lykillinn að öllu sem þú þarft. Þannig að núna langar mig að bjóða Arnþrúnu Maríu og Önnu að koma á skjáinn hjá mér og ég ætla að biðja ykkur að rétta upp hönd svo ég get fengið ykkur hérna á skjáinn og séð ykkur. Ég ætla aðeins að tala við þær og fá þær til að segja ykkur frá sinni reynslu og ef þið hafið spurningar til þeirra þá ykkur velkomið að setja það líka í tjattið. Ég ætla að fá mér vatnssopa með hann. Þarna koma þessar flottu konur sem ég valdi til þess að vera hérna með okkur. Sjá, Anna að koma sér fyrir. Þarna Anna. Æðislegt, gaman að sjá ykkur og velkomnar. Takk fyrir, sömuleiðis. Takk. Og sjá, Anna, við leið okkur að heyra í þér. Þið sjáu þarna bak við Önnu, hún útskrifaður lífsþjálfi og það skírteinið hennar á bak við hana. Hvað segir Anna? Bara fínt. Eða ekki? Jú. Langt síðan ég séð þig. Já, það mjög langt síðan. Alveg sen í gær. Við vorum saman í 3,5 tíma í gær. Já, bara. Já. Mig langar að spyrja ykkur báðar. Anna sem sagt útskrifaður lífsþjálfi úr skólanum. Og Arnþrún, hún skráð núna í hópinn sem að byrja í ágúst. Þannig að mig langar að spyrja, ég ætla að byrja þér, Anna, og svo bara sama spurning til þín, Arnþrún. En hvað var til þess að þið skráðu ykkur í námi í lífsþjálfaskólanum? Byrjum bara á þér, Anna. Ég var bara á þeim stað að mig vantaði bara eitthvað í lífið og það var mjög tómlegt og mér fannst ég bara vera að vinna og gera ekkert annað og sópa bara öll undir teppið. Svo sá ég þig, Linda mín, og þú talaði náttúrulega til mín eins og til margra annarra kvenna að ég ákvað að leggja hlustir við og já, þetta getur hún kannski verið eitthvað áhugavert af því að hún að tala um allt sem ég langar í. Bara halló. Þannig að ég ákvaða jú, ég ætla að skoða hvað það kostaði, jú, ok, ég meina, en ég hef valið og ég sagði, já, ég hef alveg efni á það að eyða einhverju í mig, ég geri það ekki svo. Fjárfesta í sjálfur þér? Ég fjárfesti í sjálfur mér og ég var mjög stressuð þegar ég ítt og enter takkan til þess að klára bókunina, en ég sé sko ekki eftir því. Nei. Aldrei. Einmitt. Af hverju valdirðu þetta nám?
af því þetta var allt það sem ég vantaði í lífið. Mm, Það var bara þannig. Ég, mhm, allt sem þú sagði, það var bara akkurat það sem að ég var búin að hugsa lengi og bara fann að mér fannst lífið bara frekar innan tómt og ég var ekkert að spá í sjálfa mig eða neitt annað. mhm. Þannig að mér vantaði bara þetta í lífið. Einmitt, einmitt. En þú, Arnrún, þú ert núna í hópnum sem er að byrja núna í ágúst. Hvað var til Já, þess að þú ákvaðst að slá til? sko, í grunninn er alltaf bara búin að vera að fylgjast með þér og Mm. alveg að detti ég að verða 2 ára LMLP-kona Mhm, og taka ýmiss konar námskeið og fara í lífsþjálfun hjá þér og bara kynna með það. Sjálf var ég bara persónulega á svona krossgötum, búin að vera í veikindabrasi og svona á núllpunkti einhvern veginn og vissi ekki, vantaði einhvern veginn að sparki raskat á mér að hafa trú á mér og bara hætta þessum efasemdapúkum og bíða eftir því að fá samþykki frá öllum nema sjálfur í mér að gera eitthvað. Og ég sá þetta alltaf í hillingum og ég sagði bara já, ég verð samt að vinna þess meira til þess að geta safna mér og var að mikla fyrir mér upphæðina og bara sá þetta ekki alveg skýrt. Svo bara tók ég ákvörðun og hætti að bíða í febrúar mhm. og kýldi á þetta og er óbóðslega spennt. Þannig að þetta er náttúrulega það sem að mig vantar bæði fyrir mig persónulega að halda áfram að vera svo sem ég er byrjuð að verða, gjörbreytt manneskja Mhm. og bara best fyrir sjálfa mig. Og svo náttúrulega bara er ég líka svo mikið að vinna bæði með börnum og fullorðnum þannig að það er líka hjálpa mér. Þetta á eftir að styrkja mjög mikið þar. Já. En af hverju valdur þetta nám frekar en eitthvað annað? Ég hef alveg skoðað markþjálfanámið og farið til markþjálfa til dæmis og þetta er það sem talaði miklu sterkara til mín. Mhm, Og ég svo sem þekki ekki námið nema bara þessar kynningar þetta er kynning nummer 2 sem ég sitt og búin að kynna mér og auðvitað fylgjast með konunum gegnum LMLP. mhm, En þetta talar til mín og þetta talar algjörlega inn í það sem ég ætla að starfa og starfa við í dag. Að mhm, styðja við hvort sem það eru börn í leikskóla eða fullorðna að sjá sig og styrkja sig. mhm. Einmitt. Frábært. Anna, hvað fékkst þú út úr náminu? Því að nú þú útskrifaður lífsþjálfi. Hvað tókstu með þér? Hvar á ég að byrja, Linda mín? Ég fekk mjög mikið út fyrir þessu námi því að ég var náttúrulega bara á þeim stað, ég var bara 0, eins og Arnór segir, ég bara var á 0 og bara vantaði svo mikið að byggja sjálfa mig upp og hætta öllum þessum efesendar, hafði enga trú á sjálfa mig og bara allir þessi pakki sem að marga konur eru að díla við svo sem á þessum aldrei en ég fekk mjög mikið út úr þessu námi af því það var farið ofan í svo mikla tilfinningavinnu, hugsunarvinnu og svo náttúrulega blessuð handbókin sem ég hafði á alla nema Mhm, sjálfa mig og þetta bara var algjör viðsnúningu fyrir mig og ég breytti sem sagt, sko, ég fekk eiginlega nýtt hjónaband. Vá. Það má eiginlega segja það, ég fekk eiginlega nýtt og betra hjónaband því að samskiptin voru allt öðruvísi þegar ég byrjaði náttúrulega, að horfa inn á við, gera vinnuna og breyta svo hvernig ég svaraði eða hvernig ég lét hluti svona hafa áhrif á mig eins og þú sagði nú oft, þetta eru bara orð og þetta eru bara þínar hugsanir þessi orð sem eru sögð og það er bara þannig og bara guð minn góður, þvílíkur léttir að hafa farið í gegnum þetta og það er bara samskiptin hérna á heimili eru bara allt annars eðlis í Það er alvörunni. náttúrulega verðmæti sem að er í því ef við segjum bara að hjónabandi bætist. Ég meina, þá er ekki nema bara samskipt á milli hjóna, bara guð minn Já. góður, það er bara allt annað. Já, Og, einmitt. og Og það er nefnilega sem er svo merkilegt af því að sko makinn þarf ekkert að breytast. Það er nóg Nei. bara að við gerum það og við breytum samskiptaforminu okkar. það var nákvæmlega sem ég ætlaði að segja og það var Já. ég sem að þurfti að horfa inn á mig þegar ég náttúrulega var með þykkar bækur hérna í hverju horni og ég bara, já, allt í lagi, ok, ég bara, svo veist, ég bara verða að gera þetta, bara sleppum þessu bara, Mhm, sleppt þessu og þvílíkt frelsi að mhm. hafa farið í gegnum þetta, horfa á sjálfa sig, mæta sjálfa sér í speklingum og segja, bara hvað er búin að vera að bulla allir þessi ár, bara guð minn góður. Einmitt. Já. Heldur að hann upplifi breytingu?
Guðmi, já, hann fann strax breytingu, ekki spurning. Mhm. Og eins og ég segi, hann er búinn að vera náttúrulega að segja alls konar hluti og ég stend alltaf með elsku Lindu, alveg sama hvað. Og ég sagði, nei, þetta bara er svona, ég ætla að gera þetta og ég ætla að halda áfram og ég hef gott af því og ég ætla að vaksa og stækka meira og vera eins og Elín segir, ég ætla að Já. vera meira. Mhm. Ég er bara á þeirri vegferð núna og Já. ég ætla bara að tek minn tíma í það og mér finnst það líka bara allt í lagi. Ég fann líka þessa innri ró sem að mér vantaði svo mikið í lífið. Ég, Mm. ég var mjög óróleg, bara snerti alla jörðina úr stressi og streitu og ég er núna búin að koma mér niður á jörðina, ég sit miklu, miklu betur í sjálfa mig og ég er alveg róleg þó aðrir séu stressaður kringum mér yfir hínu og þessu. Vegna þess að ég held ég geti líka náð aðeins að róa suma, að það er ekki alltaf gerast í gær, sko. Mhm. Þannig að í raun og veru það sem þú ert að segja okkur núna, að þú er búin að taka fræðin sem þú lærir í náminu til þess að hjálpa öðrum, til þess að hjálpa sjálfur þér, Það sjálfsögðu. til að breyta þínu lífi. Og það er náttúrulega sem að gerist þegar við komumst ekkert í gegnum námið öðru sinni að gera sjálfsvinnuna og það er náttúrulega partur af náminu. Já, og þetta var mjög erfitt því að ég þurfti náttúrulega að feysa, bara horfast í augu við andlega hjá mér þegar ég var að fara í gegnum og því bara kyngja fullt af hlutum sem að ég var búin að vera að halda fram og bara svona, þú veist, alls konar. Arnrún mín, ertu nokkuð hrædd þegar þú heyrir þetta? Hvað Ég er bara býður þig? ennþá meira spennt. Ég veit bara hvað býður mín. Já, þetta er bara gott og ég er bara miklu hamingjusamar í dag heldur en ég hef nokkuð tíman verið og ég tala nú ekki þetta hjónaband, það bara breyttist í þessu ferli. Bara því að ég breytti því hvernig ég tók því sem var sagt, að því ég fór alltaf í vörn, það var alltaf þannig, það bara kom upp horn og þau voru þarna. Og svo bara er ég alin upp þannig líka að maður á bara að vera cool og gangster og eitthvað svona og kallar ekki allt ömmu sína og þá geta hinn náttúrulega verið það líka. Já. En þetta bara breytti öllu og ég sé aldrei eftir að hafa farið inn á skóla og mér finnst þetta nám hundódýrt með að við margt annað sem er í gangi. Bara amen. Amen. Arnrún, hvernig Já, einmitt. Arnrún, af því að þú ert að vinna með krökkum og með lausnarhringinn þinn, hvernig hvernig sérðu fyrir þér að nýta lífsþjálfunina? Sko, fyrst og fremst að styrkja sjálfa mig, að kynnast sjálfur mér ennþá meira, að átta mig á því sko, hvað ég get gert betur og verið meira af með mig, til þess svo að styrkja bæði börn og líka kennara og foreldra. Því að við verðum öll að byrja á okkur sjálfum til þess að efla samskiptin okkar á milli. Þannig að ég sé það fyrir mér að geta í raun þá bara veitt þeim ennþá meiri styrk við að þegar ég er orðin ennþá sterkari. Hvaða tilfinningar koma upp hjá núna? Ertu að hugsa bara þú ert að byrja í náminu í ágúst? Bara rosa spenni. Ég held að við séum að bara fara að fækka skilnaðartíðni á Íslandi með þessum skóla. Ég held það. Ég held ekki, ég er sannfærð. Ég tengi svo sterkt við þetta, Anna, vegna þess að þú veist, hvað er maður búin að vera í hausnum á sér og kenna öllum að þeir láti manni líða svona og hinsegin, sko. Og það er bara það sem ég er búin að læra í allir með pínu, þannig ég veit að mín býður alveg risa konfettkassi í haust, sko. Þannig að átta sig á því að þetta byrjar allt hjá mér. Já. Og bara, ég var með skjólstæðing bara hjá mér fyrir stuttu síðan, þar sem að ég sneri bara speklinu við og ég sagði, ertu til í núna að skoða hvað þú getur gert fyrir þig, að því við getum ekki breytt öðru fólki. Það er svo magnað. Já, það er bara þannig. Anna, hvað myndið þú segja við manneskina sem er að horfa á núna og sem að hún finnur henni langa svo að gera þetta, eins og mér langaði sko fyrir 19 árum áður en ég skráði mig, en ég hlustaði á einhverja aðra manneskinn sem sagði nei Linda, þetta er ekkert fyrir þig, en ég fann samt alltaf að löngunin var innra með mér. Hvað viltu segja við konuna sem að langar en hún hefur ekki ennþá þorað að skrá sig, af því hún er örugglega að segja sér að hún hafi ekki peninga, hún hafi ekki tíma eða það er einhvers konar vantrú hjá henni?
nákvæmlega eins og hérna það kom nú fram áðan, þú lærir að skipuleggja þig þegar að þú hefur ekki tíma og það voru 2 konur með mér í náminu sem að höfðu engan tíma en það kláruðu námið því það skipulögðu sér bara betur. Sko, ég myndi allavega mæla eindreið með ef að þú veist hvað þú vilt eða þú veist hvað þið vantar í lífið og þú ert að væflast með eitthvað sem að þú einhvern veginn ert bara með í eftirdragi og hérna allavega þetta nám gerði það mikið fyrir mig að ég er breytt manneskja í dag og ég sé aldrei eftir þessu og þetta gaf mér miklu meira heldur en þessi peningu sem ég borgaði fyrir skólan sko. Og ef að þú ert eitthvað að efast, bara hugsa þetta bara aðeins og spurðu þig spurninga, hverju hef ég að tapa? Þú hefur allt að vinna og hérna bara hugsa þetta bara og taktu svo bara ákvörðun og ég veit að þú munt ekki sjá eftir því ef að þú ákveður að fara þetta ná því að þetta er mjög uppbyggjandi og kennslu aðferðin sem við erum að þjálfa okkur aðra, það er alveg bara eitthvað sem gerist. Það er alveg mjög sérstakt og ég upplifði það sjálf og svo náttúrulega voru allir svo opnir og svo einlægir. Maður hérna man þetta og maður býr að því og ég þurfti að taka mínu stórum til þess að viðurkenna og opna mig. Ég þurfti bara hreinlega að taka mjög á því í tilfinningavinninni. Enda líka eins og segið, svo er maður búin að horfa inn á við og maður getur séð að maður getur sko alveg breytt sjálfum sér og ég elska fólk mikið meira heldur en ég gerði. Vá. Og ég bara get ekki, ég bara á alla orð yfir til þess að lýsa hvað það er búið að gera mikið bara fyrir mig. Þannig bara takk fyrir mig og mér finnst þetta svo frábært að Linda hafi drifið sig í að stofna skólann. Sko. Og það var ekki sko einu sinni á planinu en hjá mér heldur að fara að vera með skóla því ég hafði alveg nóg að gera sko. En það var hugmynd sem kom upp hjá LMLP-konum á fyrstu ráðstefnunum okkar framúrskarandi konan og það segir Linda, af hverju kennir þú okkur ekki að verða lífsþjálfari? Og ég bara, ok. Og svo fór þetta bara svona að malla og svo bara 1,5 ári seinna þá var ég bara komin í skólan. og skóli sem ég er mjög stolt af. Þetta er bara, svo líka bara þú ert svo einlæg og hérna gerir þetta bara mjög vel og flott og ég er mjög stolt af skiptinu mínu, mjög flott og ég segi bara takk fyrir mig og amen eftir efninu. Já, takk sömuleiðis Anna mín. Arnrún, hvað vilt þú segja við konuna sem er kannski í svipuðum sporum og þú varst fyrir nokkrum mánuðum þegar þú ákast að skráði bara strax? Hvað myndir þú vilja segja við hana? Því að þú ert náttúrulega nýbúin að fara í gegnum allar þessar efasemdir sem að koma upp hjá okkur áður með skráum okkur. Já, bara algjörlega og það er sko þetta að vera ekki að bíða. Af hverju, þú veist, af því að það er búið að koma fram hjá okkur öllum að fjármálin eru eitthvað sem við setjum stórt fyrir okkur en það eru alltaf lausnir og við finnum alltaf leiðir og það er náttúrulega stórkostlegt að skipta þessu upp í 9 hluta. Það er bara ómetanlegt. Þannig að kýla á þetta, komdu með mér í skólan í haust, bara þakka til að kynnast til hversu þú ert, og hvort þú ert maður eða kona, við skulum átta okkur á því. Já. Þannig ég er spennt að láta samtalið mitt vaksa og gera ennþá betri hluti til að stöðva ofbeldi gegn börnum því að ég ætla að nota þetta þar í gegn. Æðislegt. Og ég ætla einmitt líka að spyrja ykkur, sko, hvað eru það að gera þetta? Ég vona ég megi segja það. Þið eru báða með mér, sko, ég með viðskipta mastermind í gangi núna og fyrir einstaklingar sem er að byggja upp fyrirtæki og þið með kannski segja okkur aðeins frá því, bara hvað eru þannig við fáum aðeins að sjá svona inn í ykkar persónulega líf. Hvað eru þið að gera, Anna, ef að þú byrjar? Sko, það er nú búin að vera svona pínu strembingfæðing þar, en ég var alltaf í þessum efasemdapakka og var mjög efins að ég gæti bara hreinlega gert þetta. En af því að maður er náttúrulega líka í prógramminu, þá náttúrulega hjálpar það manni að styrkja sig í því að hætta þessum efasemdum. Bara gerð þetta, þú getur þetta alveg, þú ert búin að gera fullt af hlutum og þú hefur alltaf staðið vel í því sem þú að gera. Af hverju getur ekki gert þetta? Þannig ég get þetta alveg og ég er bara að vinna í þessu og þetta hafi tekið smá tíma, aðeins lengri tíma en ég ætlaði. Það má.
það má og ég Mhm. var svona við það stundum að bara hætta en nei, mér langaði ekki að hætta. Þetta var draumur, þetta er draumur og draumurinn er að geta unnið hvað sem er. Það er bara Já. aðalmálið. Já, einmitt. En Þannig að þú ert að læra núna allavega, í framhaldinu hjá mér í þessum viðskipta mastermind já, að setja fyrirtæki á laggirnar og ég bara hlakka til að fylgjast með því, já, annar lífsþjálfi. já, Og, takk fyrir. og Arnrún María, segðu okkur aðeins frá Mhm. þínu starfi. Það er svo, Já, ég er hérna búin að vera að móta og þróa mitt verkefni frá aldamótum og bara síðan ég útskrifaðist sem leikskólakennari að vera með forvarnir gegn ofbeldi á börnum og þar sem ég byrja fræðsluna hjá börnunum sjálfum og þróa það sérst með þessum lausnarhring sem að við nefndum hérna áðan sem að kennir okkur að setja og virða mörk í samskiptum. Síðan hefur þetta vaxið og eftir ég byrjaði í viðskiptamastermindinu að þá hefur það gefur mér svo ótrúlega sterka og skýra sýn hvar ég get einbeitt mér og haldið áfram og farið betri leiðir heldur en að ég var að ofhugsa, ég var að hlusta á svo rosalega marga sem að voru að gefa mér ráð af því ég hafði ekki trú á sjálfum mér. En í dag starfa ég við þetta, ég er hér á stofu, ég fæ fólk til mín rafrænt, ég fer út í skólana, ég er hands-on að þjálfa bæði börn inn á gólfi og líka kennara og bæði svo stjórnendur skóla eða kennara til mín sem eiga í samskiptavanda og við erum í raun bara svolítið að spegla alltaf okkur sjálf með fullorðna fólki. Ég er líka að styðja við barnavernd þar sem að ég er að fá til mín einstaklingar sem að eru að vinna með þeim. Þannig að starfið mitt er svona, ég líki mér svolítið við nýju útgáfuna af Mary Poppins. Ég get flogið bara svolítið á milli og verið á staðnum. Þannig að ég vil kveikja bara þennan neista því að ef að samskiptin okkar bresta, þá er hætta á ofbeldi. Og því fyrr sem að við byrjum forvarnirnar, að börnin geti lært samskipti og setja á virða mörk og þau geti lært að þekkja hvenær er verið að fara yfir mörkið þeirra, að þá segja þau frekar frá og sækja hjálp. Og það er svo áríðandi. Já, og frábært fyrir það að geta notað aðferðafræði lífsþjálfunar til þess að vinna með krökkunum líka, bæði með stjórnendum leikskólana og svo með krökkunum. Það verður og foreldrum, já, þannig ég hlakka til að heyra frá þér í janúar þegar þú verður útskrifaður lífsþjálfi. En Arnrún María og Anna, 1000 þakkir. Anna er útskrifaður lífsþjálfi, Arnrún María verður útskrifaður lífsþjálfi í janúar, báðar frá lífsþjálfaskólanum. Takk innilega fyrir að koma og deila reynslu ykkar og sögu hérna með þeim sem eru með okkur á fundinum. Takk fyrir kærlega. Takk svo mjög leiðis. Og svo ætla ég að halda áfram að tala við ykkur meðan það er fara hérna af skjánum, ég færi þær frá. Þannig að þarna sáu þið bæði frá útskriðum lífsþjálfa og einnig sem er skráð í námið og ég sé að það eru komið fullt af spurningum sem er frábært. Þannig ég ætla svara hérna og því með setja fleiri. Ef ég skráum í dag, hvenær byrja ég að borga raðgreiðslu? Þegar ég skráið ykkur þá fer fyrsta greiðslan í gegn og svo mánaðarlega þar eftir. Þannig að hérna, já. Og Matthildur, getur sett hlekkin aftur, bara það er lífsþjálfaskólinn.is þar sem þið skráið ykkur. Kristín segir, ef ég er í burtu á miðvikudegi get ég það komið á fundin í símanum mínum hvar sem ég er. Já, ég er ekki alveg sem ég skilji spurninguna. Ef þú ert í burtu frá skrifstofunni þar sem tölvaðinn er, þú getur að sjálfsögðu, já, getur farið í gegnum hvaða tæki sem er. Og svo fáið náttúrulega upptökur líka af öllum fundum inn á ykkar innra vefsæði. Þið getið hort á allt efni eftir á og þið þurfið að fara í gegnum tímana oftar en einu sinni bara svona til að meðtaka og þið hafið aðgang á öllu efninu í ár. Hvar fer námið fram? Það fer allt fram á netinu. Þannig að þið getið verið hvar sem er í heiminum, hvort sem er á Íslandi, í útlöndum, þið getið farið í gegnum tölvun ykkar eða síman, en það fer allt fram svona eins og við erum núna hérna á netinu, á Zoom. Og Sigga segir einnig ef maður getur alls ekki mætt einhvern einn miðvikudag, hvað gerist þá? Þá gerist ekki neitt. Ég sýni því að sjálfsögðu skilning ef þið missið af einum eða 2 tímum eitthvað svo leys. Þá horfið þið bara eftir á, en þið viljið ég legg mikla áherslu á að þið komið í hópatíman því að þið fáið svo mikið út úr þeim.
þannig að þið verðið sem hérna bestar í að þjálfa. En að sjálfsögðu lífið bara þannig að það getur alveg komið upp og maður komist ekki í 1 eða 2 tíma, þá hef ég fullan skilning á því. Hlakka til að kynnast ykkur, kæru nemar í Lífstíðarskólanum í haust, þeir einn sem er búin að skrá sig. Hittast nemendur einhvern tímann í raunheimum á meðan náminu stendur, það er bara undir þeim sjálfum komið. Ég er meira og minna á Spáni, þannig að þið þurftu að koma að þangað ef þið myndu vilja hitta mig í raunheimum, en já, ég held að bara hver einasti hópur hafi hérna hist, hafi hérna sett saman einhverja hittinga og hist og eru enn að. Þannig að það er bara undir hverjum hóp komið, en námið er allt á netinu. Anna Birna segir, vá, takk stelpur, ég hlakka til að fara í Lífsþjálfarskólann því ég er búin að skrá mig og hlakka til að byrja. Æðislegt, Anna Birna, og til hamingju og velkomin. Eyrún segir að spyrja um Önnu sem lífsþjálfa. Ég get það, Anna er að vinna með þeim sem er að fara inn á 3. æviskeiðið. Hvað tekur námið langan tíma í heildina? Við byrjum 19. ágúst og útskrift er einhvern tímann í kringum 20. janúar minnum mig. Það er námið sjálft er 16 vikur, þannig að þetta eru svona tæpar 5 vikur með jólafríi. Þannig að þið getið farið og skráð ykkur strax núna. Tímarnir eru 75 mínútur á miðvikudögum. Og þegar þið útskrifist, þá fáið þið svona diplóma, skírteini, að þið séu menntaðir lífsþjálfar frá Lífsþjálfarskólanum, og það eru svona ákveðin gæðastimpill sem að fylgir því, og þið hafið náttúrulega lært og öðlast hæfni til þess að beita aðferðum lífsþjálfunar í samtölum, í starfi og daglegu lífi, og eins og það var að tala um, það getur líka bætt hjónabandið, heyrist mér. En næsta lota hefst 19. ágúst og ég tek nú orðið bara inn hópa einu sinni á ári. Þannig ekki gera eins og ég, ekki bíða í 19 ár af því einhver sagði ykkur að þetta væri ekki fyrir ykkur. Verðið brá ykkar nýju framtíð. Skráið ykkur ef þið finnið þetta er eitthvað sem ykkur langar virkilega til þess að gera. Eins og ég sagði, ég er búin að skipta þessu þannig niður að það hafa flestir tök á að koma, annarkvort staðgreiðið. Þið getið skipt í 6 eða 9 mánuði. Þannig að ég hef aldrei boðið upp á svona langa dreifing áður þegar mér langaði bara að bjóða upp á þetta allavega í þetta skipti. Hvenær er síðasti séns að skrá sig? Ég er ekki með neina loka dagsetningu, það eru bara nokkur pláss laus, þannig að það er bara þeir sem að skrá sig fyrr þeir hafa meiri möguleika að komast að. Þannig að við byrjum sem sagt 19. ágúst og ef þið eru með einhverjar spurningar þá getið þið bara endilega setja núna í chati, þeir eru búin að koma með svo margar þannig að það er frábært. En er eitthvað sem þið viljið spyrja mig núna í lokin? Og líka þeir sem eru eitthvað að tala um að þeir hafa ekki reynslu þegar kemur að þessu að vinna með öðru fólki, hafðu engar á að gera því. Það eru margir sem koma inn sem hafa enga reynslu og ætla ekki einu sinni að vinna með öðrum, eru einfaldlega að gera þetta fyrir sjálfa sig og líka að þú ætlar að vinna með öðrum, þú þarft ekki að hafa reynsluna, þú færð reynsluna í náminu. Og það er eins segir, get ég tekið þátt erlendis frá? Já, það skiptir engu máli hvar þú ert, þegar námið fer fram á netinu. Ég er kennarinn ykkar og ég verð meira og minna á Spáni þegar ég er að kenna ykkur. Og hvernig fjármagna ég þetta ef ég á ekki mikinn pening? Það er til dæmis bara eins og dæmið sem ég gaf ykkur með sjálfa mig, að ég var gjaldþrota, átti ekki pening og ég notaði bara það sem við þekkjum, allir Íslendingar þekkja, og það er bara þetta reddast og það bara reddaðist hjá mér og ég setti á bara langa greiðsludreifingu og ég mögulega gat og ég býð upp á eins og ég sagði 6 og 9 mánaða greiðsludreifingu og svo náttúrulega bara staðgreiðslu. Ef ykkur vantar einhverja aðstoð með skráningu og greiðsludreifingu þá getið alltaf sendt tölvupóst á skrifstofa@lindap.com eða sett bara spurningar líka hér þannig við getum svarað ykkur bara strax. En eins og ég sagði áðan, til þess að stíga inn í möguleikarna þína þá þarftu fyrst að sleppa tökunum á eigin efasemdum. Það er í raun og veru fyrsta skrefið að sleppa tökunum á öllum efasemdunum sem þú hefur og taka skrefið og stíga inn í kannski besta kafla lífsins, en stíga inn í nýja framtíð og efla sjálfa þig með því að fara í gegnum þetta nám.
Hversu mikinn tíma þarf ég á viku? Frábær spurning. Sko ég myndi segja bara til að hafa alveg nægan tíma, gerðu ráð fyrir svona 6 til 8 tímum, þá er það með kennslu, verkefnum og æfingum. Þið sem eru búnar að vera hjá mér, hvað voru þið að setja langan tíma? Ég veit að sumir hafa verið með svona 4 til 6 tíma, sumir með 6 til 8. Hvað segið þið sem hafi farið í gegnum námið? Hvað haldið þið hafi verið að setja langan tíma á viku? Það verður gaman að sjá það frá ykkur sem eru búnar að vera hjá mér. Og það er eins sem get ég stundað námið með fullri vinnu. Já, þú getur það, þetta er sveigjanlegt nám og ég hannaði þetta svona utan daglegt líf. Og einmitt eins og komin áðan, ef ég missi af tíma, þá eru allar kennslustundir, hópa tímarnir allir teknir upp. Þú getur horft á þá eftir á, en auðvitað hvet ég ykkur til þess að mæti í alla tímana. Þannig að þið farið auðveldar í gegnum lokaprófið. Og Anna segir 4 tíma á viku, stundum styttra og stundum lengra. Já, ég myndi segja þetta væri svona þá á bilinu, ætli sé ekki algengt 4 til 6 og ég vil gefa ykkur alveg upp í 8, en svona kannski 4 til 6 á viku gæti verið rétt. Og já, kostnaðurinn eru 1290.000, hægt að skipta í 6 og 9 mánaðar greiðslur. Þetta er meir en helmingi ódýrara en á sambærilegt nám sem ég fór sjálf í gegnum í Bandaríkjunum. Já, að meðaltali svona 6 tíma á viku í námið. Og það er þar ég reynslu til að fá inngöngu, svona svipa spurning og kom áðan. Og nei, þetta er bara fyrir alla sem að hafa áhuga og það er náttúrulega allir byrjendur sem að koma í námið. Og ég mun kenna ykkur allt sem þið þurfið til þess að ná árangri innan lífsþjálfaskólans. Og hvað ef ég vil ekki vera lífsþjálfi í fullu starfi? Eins og ég kom inn á, það eru margir sem að skráðu sig bara til þess að öðlast meiri persónulegan þroska og til þess að efla leiðtogahæfileika sína. Þannig ef þú gegnir leiðtoga hlutverki eða stýrir teymi, þá er þetta líka frábært nám til þess að bæta við ferilskrána. Og já, öll kennsla fer fram á netinu og þetta er fjarnám á netinu, námið fer allt fram á netinu, þannig að þú getur sinnt í hvaðan sem er. Þannig að áður ég kveð ykkur núna, ég vona að ég sé búin að svara svona flestum spurningum sem þið hafið. Ef þið hafið einhverja fleiri spurningar, endilega setja þær í chati núna þannig ég geti svarað ykkur, en ég get alveg sagt ykkur það að ég brenn fyrir þessu starfi og mér finnst svo gaman að hjálpa öðrum líka sem að vilja verða lífsþjálfar og hjálpa ykkur í gegnum þetta nám sem ég er virkilega stolt af. Og ég vinn við þetta og eins og ég sagði, ég er búin að ná nýjum hæðum persónulega, faglega og fjárhagslega. Eftir að ég menntaði mig sem lífsþjálfi 2019, svo fór ég 2021 frekar en 22 og kláraði master lífsþjálfan. Þannig að það var nú ennþá dýrara, en ég er búin að fá þetta allt margfalt tilbaka. Þannig að það er bara spurning hvernig við ætlum að fá þetta tilbaka. Við getum fengið þetta tilbaka með því að efla okkur sjálfar til að bæta hjónabandi, til þess að efla okkur faglega í núverandi starfi og fjárhagslega eins og ég hef gert. Þannig ég hef nýtt mér þetta á þessum öllum sviðum. Það verið að tala styrki, talið endilega við stéttarfélögin ykkar af því að það er misjafnt, en ég veit eins og ég sagði áðan, það hafa bæði atvinnurekendur, háskóli sem að einn starfar í og einhver stéttarfélög veitt styrki, en ég náttúrulega get ekki lofa neinu þar En mér langar líka að segja ykkur þegar þið farið út af fundinum, þá kemur örstutt könnun upp á skjáinn. Það tekur ykkur kannski 30 sekúndur að svarinu. Það myndi hjálpa mér mikið ef það er til í að svara spurningunum fyrir mig. Svo vil ég bara hvetja ykkur þið sem eruð ákveðnar að skrá ykkur að fara bara inn núna og á hlekkin á lífsþjálfaskólinn.is til þess að skrá ykkur og fjárfesta í nýrri framtíð. Þetta var besta ákvörðun sem ég hef tekið á mínum fullorðinsárum, það var að skrá mig í þetta nám
og þið heyrðu hérna í fyrrum nemenda frá mér og núverandi og þær eru báðar mjög ánægðar með ákvörðun sína og ég vona að þið hafi fengið þær upplýsingar sem þið þurftuð á að halda og hver veit hvort að þetta sé þinn tími og þú munir útskrifast sem lífsþjálfi frá Lífsþjálfaskólanum í janúar 2027. En námið hefst 19. ágúst næstkomandi og ég hlakka til að taka á móti einhverjum ykkar þar. Takk fyrir að vera með mér á þessum kynningarfundi. Mér þykir vænt ykkur og ef þið hafið einhverjar spurningar ekki hika við að senda tölvupóst til okkar á skrifstofa@lindap.com. Þið megið líka senda mér skilaboð á Instagram. Takk fyrir að vera með mér hér í dag og vonandi sé ég einhverju ykkar sem nýja nemendur í Lífsþjálfaskólanum með næsta hóp sem hefst núna í ágúst. Takk fyrir, bless og góða helgi.